Komið sæl, gott fólk. Gaman að sjá okkur. Takk fyrir að koma og hlusta á mig. Einhverja hluta vegna það veit ég í hjarta mínu að þið eruð að því. Skrýtið. En við byrjum á því eins og venjulega að slá inn tóninn. Þennan dásamlega tón. Fyrir þema dagsins sem Guð. Það er ekkert smá. Guð minn almáttugan. Ég langaði svolítið að ræða það vegna þess að ég hef tekið eftir umræðu undanfarið sem að hjá mörgum sem að deila hvað Guð er. Hver hann er, hvað hann er og þess aftar. Og sumir virðast alveg vita þetta meðan aðrir eru svona meira opnari og svona kannski auðmjúkari. Af því að hvað veit maður í raun? Ef þið viljið heyra mína skoðun eða álit á Guð eða skilgreiningu, þá myndi ég skilgreina Guð þannig, og ég nota alltaf stórt G, sem kærleiksríkan sköpunarkraft alls sem er. Já, það er ekkert minna. Er hægt að vera eitthvað meira? Nei. Kærleiksríkur sköpunarkraftur alls lífs, alls sem er. Þannig skilgreiningu gef ég Guði og þannig að það er ekkert sem að hann nær ekki yfir. Hann samþykkir allt, hann elskar allt skilyrðislaust, hann er skilyrðislaus ást og hann er í okkur öllum. Og ég kalla hann Guð í staðinn fyrir að nota orðið kannski orka eða uppspretta eða eitthvað í þá veru. Ég kalla hann Guð vegna þess að ég lærði það sem krakki og mér finnst það mjög fallegt 3 stafa orð. Guð minn almáttugur. Og ég leita til hans oft. Ég leita mjög oft til hans. Alveg frá því að barn þá fer ég jafnvel á hnén ef ég þarf að tala við hana virkilega einlægni og tengja mig. Það gefur einhverja slökun í taugakerfið. Alveg ótrúlega mikla slökun og traust. Og þegar ég lendi í einhverju svona ótta, hugsunum, kvíða og mér finnst ég þurfa að stjórna útkomu á einhverju vandamáli, kannski hjá nánum ættingjum sem ég hef áhyggjur af eða einhverju málum bara. Að þá finnst mér gott að setja í hendurnar á Guði. Og því ég finn þetta traust og bara bið hann eða hana eða það að taka við því og treysta því að hvernig sem það fer, þá er það öllum fyrir bestu. Og bænir eru mikilvægar fyrir mig sjálfa af því þær gefa mér ró og ég sé oft kraftaverk gerast eftir að ég hef lagt allt í hendurnar. Ég sleppi tökunum og gef það Guði. Þetta er svolítið eins og æðruleysisbænin sem er alveg frábær. Guð gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Það vantar oftið vitið af því að okkur finnst oft erfitt að sleppa tökunum. Við höldum að þessi útkoma sé betri en önnur og við höldum til dæmis að fólk eigi alls ekki vera veikt. Öllum eigi að líða vel, alltaf vera heilbrigður á sál og líkama og ef það er ekki að þá er einhver mistök gerð og þá gerir Guð mistök og við missum traust á honum og allt þetta. Ég hef gengið í gegnum ýmsa hringi með þetta en alltaf undir niður er þetta fræ í mér sem að treystir Guði fullkomlega og það hjálpa mér ofta að rísa upp úr fórnarlambshugsun sem ég get fallið í. Það er bara svo dásamlegt. En sumir vilja meina að Guð sé bara eins og einhver kall á himnum, dæmi og enginn komist til hans nema í gegnum Jesú. Það er svolítið merkilegt. Ég er ekki sammála þessum kenningum af því að ég tel að Jesú sé ein af leiðunum sem bendur okkur á mátt okkar og dýrð þegar við tengjumst okkar guðlega eðli, tengjumst Guði. Dýrlíknum í raun og veru guðlega krafti, sköpunarkrafti sem býr innra með hverju ein okkar. Það er engin undanskilin. Jesú benti okkur alltaf á að við værum öll systkini. Ég og þú erum bræður. Allt sem ég get gert, það get þú gert líka og mikið meira það.
Þannig að við erum jöfn þó við sjáum það ekki. Þetta svolítið merkilegt. Þannig ég held að séu margar leiðir inn á við í kærleikann og okkar guðlega mátt. Og ef einhver þykist vita nákvæmlega og vill dæma, þá forða ég mér yfirleitt. Því að okkur ætti Guð að vera eins og einhver herforingi á himnum sem vill að allir séu sér þóknanlegir og ef þú gerir ekki svona þá kemstu ekki inn í mitt ríki. Og bara læsi ég, glúps, sný lyklinum á hendunum, þú kemur ekki hérna inn. Alveg sama hversu góð þú hefur verið, nei, þú kemur ekki inn ef þú trúir ekki á Jesú. Jesú vildi aldrei að við tryðum á hann vildi að við færum eftir boðskapnum hans. Það allt annar hlutur sem var náttúrulega djúpur kærleikur, nága kærleikur og virðing fyrir lífi. Það var kenning Jesú. Ef að ég tel að aðrir séu undir mér hafnir og eigi ekki rétt á Guðsríki að þeir trúi ekki á Jesú og það sé eina leiðin og þeir haldi að það sé eina leiðin, ég bara get ekki, það meikar ekki sens fyrir mér. Það meikar ekki sens. Það er bara eins og einhver mannlegur herforingi hérna eða einhver stjórnmálafígúra sem vill ráða. Þú ert í mínu flokki, þá færðu þessa bitlinga, færðu hérna launahækkuna því að þú ert fylgið mér, færðu hérna alls konar niðurfellingu á gjöldum og það er svona verðlaun. Guð er ekki þannig. Guð er bara fyrir alla, konur og kalla. Þetta er svona í stuttumáli minn Guð og mér finnst mjög gott að hafa hann. Og ég tala mikið við hann og ég veit hann elskar alla. Hvað sem þeir trúa á að hann sé til, hún eða það, eða á hana kraft, eða á Jesú eða ekki á Jesú, eða á aðra leiðtoga eða ekki. Jesú var náttúrulega alveg magnaður sko, hann er minn gæi, það er ekki spurning. Ég þekki hann best, en það er boðskapur hans sem skipta öllu máli en ekki að dýrka hann sem persónu, hann vildi það ekki. Hann bara eiginlega neitaði því. Ok, ég var látið þetta gott heiti bili. Það er mjög gaman að sjá umræður meira Guð. Ég held að skipti miklu máli í okkar þjóðfélagi. Hvernig við sjáum okkur sjálf sem börn Guðs. Er það ekki? Minna enn og aftur á að brosa til náungas, koma fram við hann eins og þú vilt að hann komi fram við þig. Það er það sem að Jesú boðaði í nafni föðursins. Sem notaben, ég trú ekki að hann hafi fórnað til að redda okkur frá syndunum okkar, heldur til að sýna okkur upprisuna og eilíft líf og náungakærleikann. Já, hvaða faðir myndi fórna barninu sínu til að vinna sér traust hinna barnanna? Fórna syni sínum til að sýna hinum barnunum sínum að þið getið treyst mér. Meikar ekki sens fyrir mér. Þetta voru grimmir valdhafar sem tóku Jesú af lífi. En hann reis upp til að sýna okkur að lífið er eilíft og það stendur öllum til boða. Það er engin undanskilin. Takk fyrir mig. Nú slæ ég í þetta og við brosum saman.